Já, þá ætlum við að ræða við, hvað maður að segja, ungliða, nýjan forystumann í stjórnmálahreyfingu. Jóhannes Óli Sveinsson, 22 ára hagfræðinemi, varð sjálfkjörinn á landsþingi ungs jafnaðarfólks sem framfór helgina. Hann komin hingað til okkar á Rauðaborðinu. Vertu velkominn. Takk hella. Takk fyrir. Mikil heiður að komin hingað. Þetta alveg production. Rauðaborðinu fyrir framann. Þetta náttúrulega snild. Þetta legendary staðir. Já, algjörlega. Já, einmitt. Nú fæ ég skammir frá mömmu að hafa slett legendary. Já, mamma mín hætt því. Já, var það? Já, bara var ómikið vinna. Hún búin að gefast upp. Já. Mín ekki. Heyrðu, segðu okkur aðeins af sjálfum þér til að byrja með. Hver maðurinn? Ég heiti Jóhannes, húsvíkingur svona í grunninn, fæddur og uppalinn þar. Var svo tók stuttstopp í Öxarfirði, þar sem pabbi minn á bóndi í 3 ár. Ég var vísu bara 1 vetur, það var nóg fyrir mig sko, þótt að vera ágætt. Ég þarf svona að vera í kringum fólk sko. Svo fór ég til Akureyrar til að fara í menntaskólann Akureyri, ég tók stúdentsprófið þaðan. Svo maður komið suður núna, bý í Hlíðunum í litli rísíbúð, ásamt 2 vinum mínum að norðan. Og á öðru ári í hagfræði, í HÍ. Já. Og svo svona varandi pólitíkin að maður byrjar þegar maður var í menntaskóla. Já. Ég hef svona sagt að lág kannski ekki alveg beinast við. Ég hefði mestan áhuga bara á fótbolta og Fortnite og svona einhverjum almennum dólkslátum sko. En þú veist, maður fann það bara, maður hafði skoðanir og vildi hafa áhrif. Þannig að ég ákvað að gefa kost að mér að lista samlingarnar. Og síðan þá þetta svona 8 mestamanns frítíma sko. Já. Og mikið spjallað pólitík á heimilinu? Já. Mamma í Vinstri grænum. Já. Satt í sveitastjórn fyrir þau þegar ég var 12 ára eða eitthvað. Þá fylgdi henni eftir allt sko. Já. En þú veist, svo maður bara snemma farin að hafa áhuga á því að horfa á sjónvarpið, spyrja mömmu út í þetta, hvað væri verið að tala hérna. En já, en það var ekki rætt kannski á svona mikið flokkspólitískum nótum heima við matarborðið, þú veist, meira bara, og ég held að það hefur svo holdt sko, bara einhver samfélagsmál, þú veist, þau beintengjast pólitík sko. Já, vel gert hjá þér að, myndirðu segja að vera að upplifa reykvíska drauminn? Já, það getur verið, jafnvel sko. En vel gert sko að hafa hlotið þetta kjör helgina sem kemur bara úr einhverju norrlenskri jaðarbyggð og ekki búin að eiga heima hérna lengi. Já, einmitt. Maður svona hefur, búst ég búin að starfa hreyfingarnar lengi sko. Hljótið það verið að komin 5 ár núna. Já. Hef setið lengi í framkvæmdastjórn og framkvæmdastjórn UJ sem sé. Starfa líka sem kosningarstjóri flokksins í Norðausturkjördæmi síðast. Já. Þannig að maður hefur svona, í gegnum það fengið kynna svona ótrúlega mikið af fólki. Já. Og svo ertu maður bara duglegur núna að tala við fólk og kynnast þeim og segja af hverju ég var rétti maðurinn í verkið sko. Já. Þannig að þú varst 21 árs gamall kosningastjóri Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi. Já, núna síðast. Varst þú börn Höllu í hennar forstaframboði? Nei, ég kom ekki nálægt því. Nei, en þess í þeim skilningi að það oft sagt að börnin hennar Höllu hafi gert svo mikið gagn með þeirra innleggjum á samfélagsmiðlum, TikTok og allt það, og sem sagt hún hafi að hluta vegið þungt hjá henni að hún hafi vita á því að bara úthýsa valdinu þarna til yngra fólks sem hafi breikkað skalan. Algjörlega, ég meina ég hugsaði að koma inn í þetta samt svona minna kannski sem einhvern ung manneskja, ég meina ég kom ekki mikið að samfélagsmiðlum, maður mest náttúrulega bara í einhverju praktík sko, skipuleggja dagskrá, skipuleggja viðburði og halda utan með þetta allt saman sko. Og ég held að það sé líka svolítið mikilvægt sko, við viljum koma ungu fólki að í öllu, þú veist bæði svo kosningastjórastöður að það skiptir máli að ungt fólk sé að fá greitt fyrir sína þáttöku í stjórnmálum, en líka þú veist að á listum, og það er ekkert af því að þau eru bara ungt fólk skilur, sérstaklega eins og fyrir okkur í U og við erum bara búin að með okkar starfi að skapa mjög hæft fólk og sem er peppað og jákvætt og kemur kannski með svona nýjan anda inn í þetta oft. Þannig já, ég held að ég hef ekkert verið meira svona einhver ung manneski heldur sko
aðrir sem tóku þátt í kosningateiminu, skilur. En svo náttúrulega var þetta miklu leið til ungt fólk sem var í kringum þetta. Þingeyska blóðið, það er stundu sagt að við þingeyingar, ég sá þingeyingur, það sé loft í lungunum. Já, einhver andi. Einhver andi? Já, maður náttúrulega með, ég ætti úr Bárðardalnum, þekkti fyrir að vera svona frekar mikla hamleipur, sko. Og kom okkur hratt á stað og lítið stoppa til að hugsa stundum. Ég held að við alla komum vel, sko. Þið er gaman að tala af fólk og... Já, það hefur bara verið... Tengjast fólki. Já, það hefur verið gegnum gangandi alltaf, ég meina maður það bara verið kringu fólk og bara sama hvað var, þá tók maður þátt í því, sko. Ef það var hérna, maður alltaf mikið í fótbolta og var með sinn hóp þar og svo var það nemendafélagi í menntaskóla og þeir eru yngri og var það leikfélagið. Maður er alltaf þurft að taka þátt í einhvern, sko, og vera með fólki í einhverju verkefni. Já. Mér skilst að það sé ekkert allt og auðvelt að vera ung manneskja í dag ef við berum það saman við hlutskipti ungs fólks umliðna áratugi. Það er náttúrulega ákveðin svona heimsenda ótti sem vomir yfir okkur. Við höfum kannski vilsvoltið að leið í samskiptum, samfélagsmiðlum og svoleiðis, sem að kannski að reyna að rata út úr því, en svo bara svona beinhörð staðreind sem að truflar mín 2 yngstu börn sem eru 15 og 17, að það er svolítið uppi sá skilningur hjá mörgu ungu fólki á Íslandi núna, ef það átti ekki efnaða foreldra þá verður bara ekki séns fyrir því að kaupa þér húsnæði og lifa sjálfstæðu fjárhagslegu lífi. Skilja, ég held að þú hefur þetta á síðustu árum hérna á Íslandi og örugglega annars staðar líka. Þú veist, farið að skipta meira máli hverja manna maður er. Og þá sérstaklega því að það er mjög erfið stað á húsnæðismarkaði og það er mjög dýrt að komast inn á hann. Ég held samt að í gegnum tíðina hafi kynslóðir oft upplifað sig, þú veist, að þau hefðu að vera núna heldur en þá og ég held að svona, þótt að áskoranir séu aðrar þá hafa alltaf verið einhver áskoranir sem okkur tekist til að takast á við. Já, þú hafnar sjálfsvorkun sem alibæ. Já, eða bara að maður verður svolítið að reyna að vera jákvæður og finna lausnir, sko. Í staðinn fyrir að festast í því að verkefni sé svo stórt að það sé eiginlega ekki hægt að gera, sko. Já. Nú ert þú í stöðu til þess. Þú ert svo heppin að Kristrún Frostadóttir sem þú lítur að þekkja ágætlega og þau í forystu Samfylkingarinnar, hún er rótamanniska í ríkisstjórn. Þess var svolítið saknað við svona upphaf þessa þingvetrar að það væri ekki meira rætt leiðir í húsnæðisvandanum, ekki síst fyrir ungt fólk. Verður þetta eitt helsta baráttumál þitt? Já, sko, í stjórnmálaályktun sem við samþykktum á landsþingi þar erum við að kalla eftir að í vetur á þessu þingi verði klárað alveg regluverk utan um Airbnb og stórtæka húsnæðisfjárfesta. Þetta er auðvitað eitthvað sem skiptir ungt fólk miklu máli, þegar við viljum að húsnæði sé að nýtast ungu fólki og einhver bú í því, sko. Það skiptir miklu máli. Ég vil hafa áhrif á þetta líka bara með því að fylgja ungu liði stefnu Samfylkingarnar og inn í ungt jafnaðarfólk til að taka þátt í samfélagsmálum. Þannig held ég getum komið líka til betri vegar, sko. Að ég veit líka, þú veist, að því eins og nefnir, það er fullt af hlutum og fullt af áskorunum sem standa fram fyrir ungu fólki og maður heyrir það út frá þessu að ungt fólk hefur skoðanir. Þóttu kannski ná ekki alltaf að setja það í, sko, samengi við bara, ég hef þessar skoðanir og þess vegna ég taka þátt í þessum flokki en þau hafa skoðanir á bara samfélaginu og hvernig það er þróast og maður hefur fundið mikla grósku í þessu og við þurfum að virka þetta og gera fólki ljóst að ungt jafnaðarfólk er farvegur fyrir þessar skoðanir og með því að byggja upp sterka hreyfingu hjá UJ, byggja upp sterkan jafnaðarflokk á Íslandi og þannig getum við á lengri tíma náð árangri í þessu og mörgu öðru, sko. Þannig horfi ég svolítið á þetta. Þetta er ekki þetta er svolítið stór mynd, sko. Er mikil umræða umhverfismáluninni þinni selju því margir halda fram að það hafi orðið mikið bakslag þar, kannski COVID hafi átt þar nokkur þátt og svo hafi fókusin einmitt farið á þessi stríð þarna Úkraínu og svona og við séum svolítið, sko, að venjast aftur ósjálfbæri hugsun að
að það sem að skipti máli í dag sé einhvern veginn stóra málið og við höfum ekki bjargir til að pæla allt og mikið í morgundeginum eða líka rætt að umhverfis- og orkumálaráðherrann sem kemur úr ranni Samfylkingarinnar, hann sé svona stóriðju sinnaðri og virkjanaglaðari heldur en sumir myndu vilja sjá hann. Þú sagðir að mamma þinn var í VFG, var það ekki? Jú, hún var reyndar á umhverfisþingi í gær og ég hitt hana í kvöldmat og hún sagðist að hún hefur verið meira ánægð með Jóhann Bál eftir það heldur en fyrir. Hún er náttúrulega mikil náttúruverndarsinni og veit svona allir fókus sé þar svolítið. En margt VFG fólk hefur nú haft áhyggjur af þessum ráðherra og hefur verið að ræða það og skrifum það undanfarið. Já. Hvað svona já, bara svo ég byrja þá aftur, mikil umræða umhverfismálin hjá þér og þinni kynslóð? Eru áhyggjur? Ég held að sé miklu minni umhverfismál heldur en var og ég held að stafi bara miklu leita því að fólk stóð náttúrulega mikil baráttu þarna 2020, 2019 þar sem að loftslagsmótmælin voru. Já, Greta Thunberg. Já, Greta Thunberg og þarna en svo sáum við bara ekki neitt gerast sko. Ég held að fólk hafi svolítið mist þróttinn og fólk hefur náttúrulega minni tíma til að vera að spá í einhverjum framtíðamálum eins og loftslagsmálum og einhverjum sem við sjáum ekkert, þú veist, það verða engar raunverulegar breytingar þar á bara svona. Nei. Þegar að vextir og verðbólga er svona há, þegar að erfitt að komast inn á húsnæðismarkaðinn, þess vegna held ég ungt fólk að byrja svolítið minna að spá í þessu. Já. Ég held að í kringum mig sé bara umræðinu mynda svipið og í samfélaginu almennt sko. Ég held að þessu jafn margir sem hafa áhuga áhyggjur af þessu og hérna og svo gerist bara almennt sko. En ræðið þið mikið útgjöld til varnarmála sem er að aukast og svona hvort Íslendingar eigi að vera eins og þjóðir í kring eða hvort við eigum að reyna að hamra á sérstöðu okkar eins og gert var áratugum saman og í því fólst að Íslendingar þurftu eiginlega aldrei að opna veskið fyrir einu heldur létu bara aðra að sjá þessa litlu fámennu þjóð svolítið á hjara veraldar. Já, sko ég held að það náttúrulega skipta skoðanir þetta innan hreyfingarinnar og líka bara meðal ungs fólks almennt. Ég held samt að fólk hafi svolítið áttar sig núna. Menna við þurfum að vera svolítið raunsæ á stöðuna og taka ábyrgð á okkur meira sjálf. Við getum ekki alltaf treyst á að Bandaríkin verða annað til þess að verja okkur og við viljum vera örugg ef til einhvers kemur og ég held að og felsvarið í auknum útgjöldum til varnarmála og því að gangað einhverju leyti sömu götu á Evrópuríkin. Já, það finnst mér og ég held að ungu fólki finnst það almennt og ég held að þau skilji bara að þessi varnarmál og þessi auka útgjöld til varnarmála, þetta er ekki hérna hermenn með byssur, skilur. Já, ég vona ekki að það. Nei, þú veist, þetta er líka bara hérna sumir vilja það nú. Já, sumir vilja það, en ég held að það sé nú svolítið svona. Það er allavega langt gang til að svo umræða held ég verður á einhverju alvöru. En maður verður svolítið smeykur sko þegar það var í fréttum síðustu helgi þá var talað að þurftum að kaupa dróna til þess að verjast einhverjum árásum Rússa mögulegum úr Kabáti eða eitthvað, ég veit ekki. Og hérna í innviðagæslunni að þeir gætu skorið á kapalstrengi, lamað okkur allt svona. Sko það liggur alveg fyrir, finnst mér, að við erum dvergríki. Við höfum ekki efni á að umpóla hvorki samfélagsgerðinni né fjármála áætlunum ríkisins í þessa veru og er það ekki svolítið, hefur það ekki alltaf svolítið verið svona keppikefli ungs fólks að vera friðelskandi og tala fyrir öðrum lausnum heldur en vaxandi útgjöldum til hermála og sko auðvitað er náttúrulega óþægilegt að ræða þessi mál þú veist og verði það alltaf í íslensku samfélagi að því að okkur finnst þetta svona þú veist við höfum ekki mikið þurft að ræða varnarmál höfum verið heppið með það og höfum ekki heldur þetta að eyða miklu peningum í þau en ég held að fólk sé svolítið að þú veist átt að segja á við getum ekki alltaf verið súkkulaði sko og ég held að ungt fólk sjálu þar, þú veist, við getum verið friðelskandi og auðvitað erum við það og Ísland á að vera friðsæl þjóð og herlaus þjóð held ég að flestum finnist en við þurfum samt að horfa bara stöðunni svo hún er og við þurfum að tryggja öryggi bæði bara þjóðuna núna og framtíða kynslóða og það skiptir bara gífurlegu máli og minna útgjöld til varnarmáli okkur verður náttúrulega alltaf samt talsvert minni heldur hjá öllum öðrum þjóðum sem við berum okkur saman við Ræðum með ESB. Já. Þú vilt væntanlega hafa göngum í ESB? Ég er Evrópusinni, en ég hef samt
maður hefur alveg orðið minna harður í þeirri afstöðu á síðustu árum heldur en maður var Okay. en ég bara spenntur að þjóðan fá að kjósa þetta spenntur að sjá samning en ég þarf algjörlega að vita hvað stendur í þeim samning áður en ég ákveð hvort ég vilja ganga inn í Evrópusambandið eða ekki maður náttúrulega líka kemur bara að norðan þar sem að mikil áhersla á sjávarútveg og landbúnað ég hef trúið að við getum náð góðum samningum í þeim efnum en ef þið verði ekki góðir þá náttúrulega mun ég kjósa á móti. Já, þannig að fyrir þér snýst þetta fyrst og fremst lýðræði. Já, og líka bara að bæta hag Íslands ég vil gangi í Evrópusambandið til þess að bæta hag Íslands. Já, sko það þetta með skort á samkeppni við upplifum það ár eftir ára hér sé ekki virksamkeppni á alveg ótrúlega mörgum sviðum og svona þeir sem eru mest að tala um ESB í kringum mig núna það fólk sem að trúir því að til dæmis samkeppni bara á bankamarkaði, tryggingamarkaði inn í því felst þá að það komið nýr gjaldmiðill, það komið hagkerfi sem erlendir aðilar treysta. Íslenska krónan svo sem ekki fýsileg nema fyrir einhverja áhættu geðsjúklinga sko í fjármála heiminum utan Íslands og það svona svolítið vonum það að það var hægt að brjóta niður, þú veist að tala ofurvexti áðan og eitthvað svoleiðis. Það náttúrulega ótrúlega lítil samkeppni á mjög mörgum sviðum hér á Íslandi eða engin. Já. Og það margt sem bendir til fákeppni, það margt sem bendir til samráðs. Og þetta svona það sem ég heyri oftast plús það að vextirnir færu niður, við gætum gert framtíðarplön, það einhver festa og öryggi með heildrænu, hagrænu, sem sagt, Evrópusamstarfi. Eru þetta líka þeir kostir sem að þú heyrir mest í kringu þig? Já, ég meina algjörlega. Ég held að fólk sem að vill gangi ESB horfum mest til þess að efnahagslegu þátta sem að krónan ekki nú stöðug, evran stöðugri, við erum líka borga frekar háð þjónustugjöld í íslensku bönkunum, bæði vegna smæðar og líka bara því að einmitt minni samkeppni sko. En ég meina við göngum ekki inn í Evrópusambandið á morgun, við lögum ekki efnahagsástandið núna með því að ætla ganga í Evrópusambandið sko. Og ég held að það skiptir líka máli, við þurfum að redda þessu sjálf allavega í bili þótt að við kjósum með Evrópusambandið sko. Skiptir líka máli hvað allans framtíð foreldrar sjá fyrir sér þegar kemur að börnunum þeirra sko, og hagsmunum barnanna. Og það náttúrulega búið að vera einhvern veginn þannig að bara sko ef þú vogar þér að minnast á ESB og fer að tala jákvætt Evrópusambandið, þá var það nú alltaf þannig bara fyrir einhverjum áratugum og þú varst bara skotið niður sko, hvort sem átt fjölmiðlamaður eða bara einhver sem skrifaði grein í mokkan eða eitthvað. En það augljóslega náttúrulega önnur umræðan annað andrúmsloft og væntanlega tengist af því að tveir stærstu flokkarnir í ríkisstjórn eru báðir jákvæðir gagnvart Evrópusambandinu. Já, líka bara svolítið önnur orka yfir þessa ríkisstjórn sko. Ég verið mjög ánægður með hvernig hún leggur áherslu á að sko eiga bara samtal hlutina og að reyna að sameina þjóðina og byggja á samstöðu og ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Við þurfum að brjótast úr því að vera alltaf að ræða ESB annarkvort bara þetta hræðilegt eða þetta frábært sko. Og það líka mikilvægt fyrir ungt fólk að við getum átt eitthvað samtal þetta, raunverulega bara hvað stendur okkur til boða, hvað getum við fengið, hver eru kostinni, hver eru gallanir til þess að fólk getur tekið meðvitað ákvörðun. Og ég skil ekki, ég meina alltaf að tala að núna sé vera að æða á stað með, þetta er bara búið að segja, við munum kjósa 2027 hvort að við hefjum umræðu við Evrópusambandið, svo tekur það við og svo einhvern veginn setna munum við kjósa samningin þegar hann liggur fyrir. Ef að þjóðaratkvæðagreiðslan samþykkir aðildarviðræður 2027. Þetta mjög góðu fyrirværi og við erum að nýta hann til þess að eiga þetta samtal við hagsmunaaðila, við þjóðina og á svona á einhverjum umræðu grunni sko, frekar en einhverjum rópunum. Já, einmitt. Þú hefur sagt í ræðum að þú viljir fjölda framleiða sjálfsörugga einstaklinga. Hvernig gerir maður það? Sko, í fyrsta lagi þurfum við að fá fleira fólk með okkur og það sem ég svolítið tekið eftir UJH, áhugunarhreyfingunni hefur verið að aukast. Fólk meira að mæta viðburði á þess að hvernig maður hafi sko hittu áður eða viti af þeim og við þurfum að virka þetta fólk bara til þáttöku í hreyfingunni, fá þau inn og
hvetja þau til að taka sér ábyrgð og taka þátt. Ég var að koma frá Noregi, ég var þar þegar kosningarna voru. Þar voru að vinna með unglingahreyfingunni þar. Þau eru mjög markvisst að þjálfa sitt fólk, bæði í því að koma upp í pontu, rökræða og svo bara tala almennt við fólk. Og maður sér þetta skila bara miklum árangri. Maður sá það á þeim, þau eru bara sjálfsörugg, þau þora að taka samtali við hvert sem og ekkert óhrædd við að trufla fólk. Þau eru bara að efla lýðræðisvitund, skilur, það er svo mikilvægt. Og við fylgdist líka með forseta unglingahreyfingarnar þar, taka þátt í pallborði með Jónas Gahr Sture og formönnum tveggja hægriflokkana þarna stærstu og forsetum unglingahreyfingar þeirra. Þannig að ég heldur þurfum að efla þetta ungu fólki á Íslandi, að vera óhrædd við að tjá skoðanir sínar og vera svolítið sjálfsörugg og tilbúin í þetta. Mér finnst þú líka frekar flinkur að koma fyrir því orði. Varst þú í Morfís fyrir Emma? Eða? Já, ég reyndar kefti Þú reyndar að gera það? Já. Það er oft. Tapaði móti menntaskólanum í Reykjavík þar. Já. Að vísu vorum við betri, sko. Já, var þetta dómaraskapall? Já, svolítill, held ég. Þeir hafa legið með heimamönnum? Já. Þetta er bara svona alltaf verið að berja á landsbyggðinni. Svona er þetta. Nema kannski, sko, þegar þú ferð út á land og þar er heimadómgæsla sem að nýtist heimaliðin. Já, maður náttúrulega er heima á Völshúsleikjum, reyna að ná þeim öllum heima, sko, og við fengum fáum oft góða vítaspyrnur, svona. En ég ætla aðeins að það var aðeins fjallað það, sko, að hverju hún stallaði innan að drósi í hlé á einhverjar kosningar. Já. Og hversvegna var það? Já, hún dregur sér í hlé, dregur frambúið tilbaka morguninn til þess að hún vildi í rauninni frekar fylgja hreyfinguna baku nýjan forseta heldur en að búa til einhverja fylkingar, sko. Og ég meina þá erum við heppin að fá að njóta hennar krafta áfram í framkvæmdastjórn. Hún har alltaf verið jafn lengi í þessu og ég og við höfum fylgst svolítið að, þannig að það er gott að geta haldið því samstarfi áfram. Já. En ég held ég þurfa að spyrja þig af því að þið eruð í staksteinu moggans í dag. Já. Varstu búin að sjá það? Nei. Þar er því haldið fram, sko, að þið hafið ályktað eitthvað gegn Loga háskólagjöldin. Já. Það hafi farið illa í forystuna. Það hafi þá verið á ábyrgð fyrir formanns. Já. Hún hafi lent í ónáð hjá Kristrún hafi tekið völdin og það allir þurfa að ganga í takt innan samfélkingarinnar og það skýri þessa hrókeringu. Jáhá, þeir eru sniðir á mokkanum. Ég meina, þetta er náttúrulega bara þvæla. Þetta er þvæla? Já, algjörlega, frá A til Ö. Ég býð mig fram að því að ég vil hafa bjóða fram mína sín til þess að stækka hreyfinguna. Og þetta er náttúrulega bara þvæla. Það var engin neitt pirrað af okkur fyrir að gagnrýna hækkun skrásetningargjalda. Það gerir sér allir grein fyrir því að það er fullkomlega eðlilegt. Og ef ég hef verið forseti og þá hef ég gert slíkt þið sama. Logi veit það, við þekkjumst ágætlega eftir kosninga bara til Norðausturkjördæmi. Hann veit alveg að ég hef gagnrýnt þetta. Og Kristrún veit það væntanlega sömu leiðis, sko. Og nei, þau voru ekkert að potast í þessari kosningu. Enda, já, ég veit ekki hvort að Lilja hefði þá farið að draga frambóðsinn tilbaka ef að svona hefði verið. Ég held hún hefði frekar staðið keik. Já, þannig að mogginn hallar réttu máli í þessu. Úf, nú er þetta náttúrulega gamalt orðfæri fyrir mig. Já, einmitt, fyrir ekki að þetta kemur fyrir. Já. Mogginn fer ekki rétt með. Nei, náttúrulega bara bulla. Já. En þeir gera mikið af því og það er bara gaman. Það skapar umræðum UJ. Já, mogginn og bara skemmtilegt að mogginn sé að fylgjast vel með þessu. Mogginn í grjótari stjórnarandstöðu núna. Já. Og þótt að mig ýmislegt fjölmiðlinn segja þá kannski þá er það kannski ekkit endilega slæmt að við séum með fjölmiðla sem í grjótari stjórnarandstöðu. Nei. Mér finnst svona leiðinlegt að þessi góði fjölmiðl hafi ákveðið að vera svona grímulaus síðan að ríkisstjórnin tók við. Mér finnst það bara leiðilegt að ég hlusta mikið á hlaðvörp frá mogganum og les mbl.is, sko. Og svona eru þarna fjársterkir aðilar bakvið. En ég meina, en ég er samt ekki hrifinn af því þegar stjórnmálamenn eru mikið að hlutast til í hvað fjölmiðla fólk segir, sko. Nei. Þeir hafa það bara eins og þeir vilja. Ég verð að gefa þér það að nú þegar við spjöllum saman, þetta er tekið upp í hádeginu. Já. Á þessum ágæta þriðjudegi. Klukkan er 12:24 og
mér finnst að segja sitt minni slagkraft Moggans en áður að þú hafir ekki frétt af þessu. Já. Það hafi enginn verið búin að láta þau vita. Ég var nú bara í tímum núna fyrir hádegi, kannski ekki verið búin að minnast á þetta. En samt að einhver tíman hefði nú verið 20 skilaboð frá einhverju fólki. Algjörlega. En ég meina þú veist, svona þetta að þeir hafi verið, að mér finnst allavega mjög grímulausir í því að gagnrýna ríkisstjórnina og segja ýmislegt og mjög augljóst hvaða þeir voru ekki hrifnir af stjórnarskiptunum. Þannig að maður tekur bara minna mark á þessu. Já. Ertu til í að nefna mér kannski svona núna þegar fer að líða lokum hjá okkur einhver svona önnur hagsmunamál ungs fólks sem þið veist varða miklu að setja á oddinn en þau sem við höfum nú þegar rætt? En þau sem við höfum nú þegar rætt, það sem að mér finnst bara augljóst núna, það vextur og verðbólga. Sama hvernig tala við hjá ungu fólki, þá þetta bara skiptir mestu máli. Og þetta þarf að klára. Klára, þú veist, hún klára þetta aldrei. En við þurfum að ná vöxtum verðbólga niður og við viljum að ríkisstjórnin sé með einbeitt í því. Annað náttúrulega býður svolítið á meðan. Það þarf að klára þetta koma skikki á húsnæðismarkaðinn, klára alveg regluverk utan Airbnb og stórtaka húsnæðisfjárfesta og svo náttúrulega geðheilbrigðismál hjá ungu fólki ekki síst. Ungt fólk hefur mikla ágjörð því. Við höfum verið að horfa upp á aukið ofbeldi meðal ungmenna. Við sjáum í könnunum að stúlkum líður verr, strákum gengur verr í námi og eru oft svolítið bældir og svo náttúrulega bara sé hræðilega atbyrði út á landsbyggðinni sérstaklega. Þar sem að mjög augljóst að með betri geðheilbrigðisþjónustu og aðgengilegri geðheilbrigðisþjónustu hefði verið hægt að grípa inn í. Það vísa til sjálfsvíga? Sjálfsvíga og ofbeldismál sem að koma upp. Og við horfum svolítið þetta. Það ekki nóg líka bara að þjónustan sé gjaldfrjáls, þótt að það sé gott mál í grunninn, heldur þurfum við líka bara að efla opinbera geðheilbrigðisþjónustu. Og mér finnst það mjög mikilvægt. Mér finnst ekki mikilvægt endilega að hún sé gjaldfrjáls, en hún sé bara innan opinbera heilbrigðiskerfisins og kosti þá í samræmi við það og sé aðgengilega öllu ungu fólki. Og þá sérstaklega allt land. Mér finnst sérstaklega eins og Austfirðir með mjög slæmt aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu. Og einhvern veginn enginn að fjalla það fjölmiðlar hafa ekki sterkar rödd og í þeim efnum út á landi eins og var hérna í eina tíð og svona. Einu sinni vorum við með svæðisútvarp lifandi útsendingu hverjum einasta degi frá Austurlandi, Norrlandi og víðaðan land. Og svo náttúrulega fórum við eins og stað með skólasálfræðinga að þeir ættu að vera í öllum skólum. Maður heyrir að maður tala ungt fólk að það nú kannski ekki alveg að virka Nei. Þannig að það þarf að bæta úr þar bara þannig að ungt fólk hafi svolítið greiðan aðgang að sálfræðihjálp. Það skiptir bara ótrúlega miklu máli. Heyrðu, þetta búið að vera ljómandi gott spjall. Jóhannes Óli, vinir þínu kallaði Jóla. Já, ég hef verið kallað það bara síðan ég man eftir mér. Jóhannes Óli, þetta náttúrulega svona gamla kallað nafn, Betra að vera bara Jóli, ferskur. Ef þú myndir ef þú hefði metnað til þess og síðar myndir svo stundir enn upp að þú verið ráðherra í ríkisstjórn hérna á Íslandi, heldur það að þú myndir ennþá vera Jóli? Obba oft kallið Obba ennþá. En ég get alveg kallaði Jóli, en ég færi nú alltaf að setja eitthvað svona, ef maður færi viðtala myndir nú að standa Jóhannes Óli Sveinsson. En jú, ég held ég verið kallaði Jóli alveg til að ég bara rekka upp af Og ætlar að reyna að vera þú sjálfur alla tíð og láta ekki mengast af völdum og áhrifum og uppgangi? Já, það að sjálfsögðu markmiðið, Það markmiðið. Ég meina, maður bara að gera þetta í þágu samfélagsins, skilur. Ég meina, að vera forseti ung sjálfur, þetta bara ógeðslega mikið sjálfboðavinna. Og ég að gera þetta bara því ég vil fá ungt fólk með okkur, taka þátt í samfélagsumræði og virkja þau. Og ég held að það skiptir mest máli og það svona gott að nýta þennan vettvang kannski, segja ungu fólki, menn það bara spennandi hluti framöndan. Ef þú áhuga á samfélagsmálum, það er UJ vettvangur fyrir þær og farvegur og þar getur haft áhrif og líka bara það finnst gaman að kynast skemmtilegu fólki. Þetta gaman? Þetta hryllilega gaman. Það eru bara akkurat
held ég bestu lokaorðin í þessu spjalli. Ég óska þér góðs gengis. Takk fyrir að koma með skömmum fyrirvara. Já, minnstamál. Og vonandi bara verður tíður gestur hér við umræðuborðið hjá okkur. Já, nú gaman að koma aftur. Er það ekki? Þetta skemmtilegt. Takk hérlega, Bjössi. Sömuleiðis. Mitt Jóli og Bjössi. Jóli og Bjössi. Þeir kveðja í bili. Við höfum þetta þá ekki lengra. Jóli og Bjössi þakka hlustendum og áhorfendum samfylgdina í kvöld. Minnum á það að við förum hér aftur í loftið klukkan 20 annað kvöld, þá í beina útsendingu með fréttatíma sem tekur 45 mínútur og síðan rauðaborðið í framhaldi af því. Eins og aðra daga frá mánudegi til fimmtudags minnum ykkur líka á styrktarbaukin að ef þið hafið gagn og gaman og fylgist mikið með samstöðinni en hafið ekki lagt fram til þess að viðhalda vexti samstöðurinnar þá, og eruð aflögu fær, þá góð hugmynd að líta við á samstöðin.is og finna napp þar sem að þið skrolli niður, þar sem ástendur áskrift og styrkja samstöðina með mánaðalegu framlagi lægsta fjárhæð aðeins 2.750 krónur. En við þökkum fyrir okkur í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.